Við erum að fara að byrja, þannig að beðið ykkur að setjast niður. Ágæta samstarfsfólk, góðir gestir. Ég heiti Stefán Hrafn Jónsson, ég forseti félagsvísindasviðs. Ég bið ykkur velkomin á opnun 23. þjóðarspegilsins, ráðstefnu okkar í félagsvísindum. Það ánægilegt að geta loksins haldið þjóðarspegilinn í Salarkynnum Háskóla Íslands en 2 undanfarin ár hefur ráðstefnan verið eingöngu rafræn. Í ár hefjum við ráðstefnuna á 5. degi. Við heyrum hér rétt á eftir ávarp frá Guðmundi Guðbrandssyni, félags- og vinnumarkaðsráðherra. Þá munu þau Steinunn Hrafnsdóttir og Stefán Hardang flytja 2 inngangserindi félagslega nýsköpun. Á eftir því mun Magnús Þór Torfason stýra pallborðsumræðum þar sem að þau Steinunn, Stefán og Ásdís Halla Bragadóttir, ráðuneytisstjóri í Háskóla iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytinu og Rúnar Björn Þorkelsson, formaður NPA miðstöðunar ræða hlutverk og framlag félagsvísinda til samfélagslegrar nýsköpunar. Léttar veitingar verða svo í boði hér á hæðinni fyrir niðan að pallborðsumræðum loknum. Með vali á opna fyrirlestrum í ár vörpum við kastljósinu á félagslega nýsköpun sem svo margt félagsvísinda fólk fæst við þó svo við notum ekki öll hugtakið nýsköpun. Háskólar hafa lengi haft mikil áhrif á samfélagið með ýmsu móti. Þessi sími til dæmis afrakstur af öflugri nýsköpun í háskóladeildum víða heim. Þar hafa efnafræðingar, tölvunarfræðingar, verkfræðingar, markaðsfræðingar og fleiri fræðasvið háskólasamfélagsins lagt til nýja þekkingu sem frumkvöðlar, sprotafyrirtæki og fleiri hafa nýtt sér. Fjárfestar hafa lagt sitt af mörkum til að kosta þróun, framleiðslu og markaðsstarf og fyrirtæki hafa síðan skilað arði, nú eða ekki. Og símanir hafa með ýmsum kostum sínum og göllum haft mikil áhrif á samfélagið. Allt það gert með mismunandi miklum stuðningi stjórnvalda að skapa umhverfi sem ekki aðeins gerir þetta mögulegt heldur hvetur til slíkra þróunar. Afurðir háskólasamfélagsins sjást mun víðar en þessum ágæta Samsung síma mínum, en afrakstur félagslegrar nýsköpunar ekki alltaf eins áþreifanlegur og þessi sími en ekki endilega minna mikilvægur. Dæmi sem mjög huglækið til dæmis árangur Rannveigar Traustadóttur, fræðakonu í félagsvísindum. Rannveig hefur á sínu ferli meðal annars rannsakað stöðu kvenna, hinsegin fólks og fatlara, nýtt rannsóknir sínar og sérfræðiþekkingu í góðu samstarfi við grasrótina, stjórnvöld og félagasamtök og hún hefur þannig lagt mikið á vogarskálinar til að skapa nýtt félagslegt umhverfi, ekki aðeins fyrir hinsegin fólk og fatlaða, heldur eins fyrir okkur öll hinn, fyrir alla aðra. Rannveig gerði þetta vissulega ekki ekki frekar en þessi sími sé afrakstur einnar mannesku. Í þessari félagslegu nýsköpun sem Rannveig tók þátt í, þá veit ég ekki til þess að fjárfestar hafa komið að málum, en kostnaðurinn fólst þá kannski frekar í þáttum eins og tíma og orku baráttu fólks á vettvangi, athygli og vilja til breytinga í stjórnkerfinu og sumur þurftu að láta af gömlum úreltum hugmyndum og gildum. Afurðin fór ekki á markað eða skilaði hlutafjáraukningu, en ég leyfi mér að fullyrða að afurðin skilaði sér í betra og manneskjulegra samfélagi. Margir eru henni afar þakkláttir fyrir hennar starf. Starf Rannveigar aðeins eitt af fjölmörgum mögulegum dæmum sem ég hefði getað tekið mikilvægi félagsvísinda. Við vitum öll að dæmin eru fjölmörg. Að ráðstefnunni aftur. Frá því að ráðstefna þjóðarspegilsins var haldin fyrst hefur verið lögð mikil áhersla á að hún væri ekki aðeins vettvangur fyrir fræðafólk að ræða hvert við annað, heldur einnig vettvangur fyrir virkt samtal félagsvísinda við samfélagið utan veggja háskólana. Þetta hefur tekist vel því sérfræðingar í félagsvísindum hafa nú í nokkra áratugi verið í mjög góðu og virku samtali við hagsmunaaðila í samfélaginu. Eins og dagskrá ráðstefnunnar í ár ber glöggt merki mikil gróska í rannsóknum í félagsvísindum.
Flestar eiga þessar rannsóknir beint og ekki síður brýnt erindi við íslenskt samfélag. Í samræmi við stefnu HÍ aukinn sýnileika og virkara samtal fræðimanna við samfélagið var ákveðið að ráðast í það verkefni að vinna markvisst að því að auka sýnileika rannsókna í félagsvísindum og stuðla enn virkari samvinnu við samfélagið. Þetta verður meðal annars gert með því að víkka út hlutverk þjóðarspegilsins, þannig að hugtaki vísi ekki einvörðingu til ráðstefnu sem haldin einu sinni á ári, heldur til vettvangs fyrir samtal félagsvísinda við samfélagið allt árið kring. Ráðstefnan verður þá hluti af þjóðarspeglunum sem í heild nær yfir umfangsmeiri miðlun og kynningu á rannsóknum félagsvísinda. Vefsíða þjóðarspegilsins mun breytast í nóvember í samræmi við þessar breyttu áherslur. Félagsvísindastofnun hefur frá upphafi haft umsjón og skipulagt ráðstefnu þjóðarspegilsins í samvinnu við annað gott starfsfólk á félagsvísindasviði. En ráðstefnan verður ekki að veruleika ef ekki væri fyrir þátttöku fyrirlesara, málstofustjóra og annarra góðra gesta. Ég þakka öllum sem koma að ráðstefnunni fyrir þeirra góðu vinnu. Dagskrá ráðstefnunnar fyllir mig bjartsýni og vissu að félagsvísindi á Íslandi munu halda áfram að þróast og dafna sem aldrei fyrr. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, með okkur í rafheimum og við ætlum að hlusta á ávarp. Ágætu gestir. Það mér bæði heiður og ánægja að fá að segja nokkur orð í tilefni af þjóðarspeglinum 2022. Ég þekki það sjálfur bæði sem fyrrverandi nemandi og starfsmaður við Háskóla Íslands og sem starfsmaður félagasamtaka og síðar ráðherra hversu nauðsynlegt það að hafa aðgang að nýjum og áreiðanlegum gögnum og rannsóknarniðurstöðum. Að geta sótt í lifandi fræðasamfélag algjörlega nauðsynlegt til þess að geta sótt bæði ferskar og framsæknar hugmyndir. Efni og áherslur í þjóðarspeglinum tala eðlilega margar beint inn í þau stefnumál sem stjórnvöld eru að koma í verk á hverjum degi. Atvinnulíf og þáttaka, fjölbreytileiki og vinnumarkaður, ójöfnuður og velferð og þjónusta eru efni nokkura fyrirlestra sem verða fluttir í ár og þeir tala inn í stærstu verkefni og áherslu mína sem ráðherra. Á stefnuskrá minni til dæmis að umbylta vinnumarkaðnum svo hann verði aðgengilegri fyrir okkur öll. Og það krefst samvinnu aðila vinnumarkaðarins, ríkis og sveitarfélaga að skapa fleiri sveigjanleg störf, fleiri hlutastörf og að ráðast í samhent átak í að breyta viðhorfum gagnvart atvinnuþátttöku stórra hópa fólks sem hefur verið utangarðs eða ekki fengið viðurkennda þekkingu og reynslu sína. Hér vísa ég sérstaklega til fatlaðs fólks og innflytjenda. Vinnumarkaðurinn þarf líka að undirbúa sig fyrir þær breytingar sem að bíða okkar í náinni framtíð. Breytingar sem að koma til vegna loftslagsbreytinga og tæknibreytinga tengdum 4. iðnbyltingunni þar sem við verðum að gæta að réttlátum umskiptum. En það eru tækifæri rétt eins og það eru ógnanir. Tækifæri til þess að skapa samfélag sem byggir á meiri jöfnuði, fjölbreytileika og jöfnum tækifærum. Í þessu samhengi vil ég líta til þeirrar þekkingar sem verður meðal annars til í háskólasamfélaginu. Sem dæmi má nefna rannsóknir Sigrúnar Ólafsdóttur og Jóns Gunnars Bernburgs við Háskóla Íslands sem að snúa að ójöfnuði og sýna að mikill meirihluti Íslendinga vill búa í jöfnu samfélagi og sé ríkisvaldið sem tæki til að jafna lífskjör almennings. Þannig eru það rúmlega 80% sem að telja að tekjumunur sé of mikill á Íslandi og ríflega 70% telja að það sé ábyrgð stjórnvalda að draga úr tekjumun. 80% telja það vera ábyrgð stjórnvalda að veita atvinnulausum sómasamleg lífskjör. Það líka ljóst að almenningur vill standa vörð helstu velferðarkerfi samfélagsins og að öll eigi að hafa sama aðgang að heilbrigðis- og menntakerfinu. Þá sýna niðurstöður einnig að örorkulífeyrisþegar eru líklegri til að telja að tekjumunur sé of mikill í íslensku samfélagi og að stjórnvöld beri ábyrgð á að draga úr þeim tekjumun. Einnig kemur fram að örorkulífeyrisþegar eiga erfiðara með að ná endum saman á heimilinu í samanburði við aðra hópa og þau eru einnig óánægðari en önnur vegna misskiptingar auðs á Íslandi. Þetta bendir til þess að örorkulífeyrisþegar skeri sig úr sem hópur í íslensku samfélagi sem upplifir að samfélagi virki verð fyrir sig og að þau finni meiri ójöfnuð á eigin skinni. Það eitt stærsta verkefni mitt á meðan ég gegni sem félags- og vinnumarkaðsráðherra að auka möguleika fólks með mismikla starfsgetu til þess að verða virk í samfélagi
vera virk í vinnu ef þau geta og kjósa og að bæta kjör þeirra sem minnst hafa í þessum hópi. Þá ég einn með mikilvægt verkefni á minni könnu sem landsáætlun innleiðing á samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Það skiptir mig miklu máli að við gerum enn betur í tækifærum til menntunar og atvinnu fyrir fatlað fólk. Rannsóknir fræðimanna við Háskóla Íslands eins og Rannveigar Traustadóttur, Laufeyjar Löfe, Stefáns Harmdokk og fleiri geta nýst okkur í því starfi sem framundan við að innleiða samningin. Má þar til dæmis nefna rannsóknir mat notenda og þeirri þjónustu sem samningur Sameinuðu þjóðanna veitir og hvernig þátttaka fólks í sjálfboðaliðastarfi býður upp á tækifæri þegar kemur að áhrifum á vinnumarkaði og stuðlar að jákvæðum félagslegum tengslum. Mikilvægi rannsókna háskólasamfélagsins fyrir stefnumótun mikið og ég talsmaður þess að brúa betur bilið á milli rannsókna og stefnumótunar þannig að nýjasta þekking geti sem best leiðbeint okkur sem að vinnum að stefnumótum í samfélaginu. En það líka í takti við vísinda- og tæknistefnu stjórnvalda sem samþykkt var fyrir 2 árum síðan. Við í ráðuneytinu hjá mér höfum því mikinn áhuga á að nýta þá þekkingu sem að félagsvísindasvið Háskóla Íslands hefur upp á að bjóða og höfum tekið höndum saman með sviðinu að láta það gerast. Það gleðilegt að segja frá því að formleg samvinna milli félags- og vinnumarkaðsráðuneytis og félagsvísindasviðs HÍ þegar komin í mótun og við hlökkum til farsæls samstarfs. Við þökkum Guðmundi Inga kærlega fyrir góð orð. Steinunn Hrafnsdóttir, prófessor í félagsráðgjöf, gjörðu svo vel. Komið sæl og gaman að sjá ykkur hér í dag. Í erindinu mínu mun ég fjalla samfélagslega nýsköpun út frá fræðilegu sjónarhorni og velta upp þeirri spurningu hvert framlag félagsvísinda til slíkrar nýsköpunar. Ég mun tengja efni sérstaklega við fjórþáttalíka nýsköpunar og samfélagslegt gildi háskóla og lokum nefna tækifæri og áskoranir fyrir félagsvísinda fólk til að vinna að slíkum verkefnum. Nýsköpun mikilvæg í öllu okkar umhverfi og öllum sviðum samfélagsins. Þó hefur verið algengast að tala nýsköpun í tengslum við nýja tækni, viðskiptatækifæri, einkaleyfi, stofnun fyrirtækja og raunvísindi og heilbrigðisvísindi. En á síðustu árum hefur í ríkara mæli verið litið til samfélagslegra nýsköpunar sem leiðar til að takast á við þær flóknu áskoranir sem heimurinn stendur frammi fyrir, svo sem loftslagsmálin, lýðfræðilega breytingar, velferðarmál, menntun og fleira. Alþjóðastofnanir, svo sem Sameinuðu þjóðirnar, Evrópusambandið, OECD hafa á síðustu árum lagt mikla áherslu á samfélagslega nýsköpun í sinni stefnumótun og aðgerðaráætlunum. Til dæmis kemur skýrt fram hjá Sameinuðu þjóðunum að samfélagslega nýsköpun sé órjúfanlegur þáttur í því að ná heimsmarkmiðunum. Einnig áhersla lögð á að hvorki hið opinbera, einkafyrirtæki né hinn svokallaði þriðji geiri hafi ein og sér bolmagn til að ná nauðsynlegum árangri. Lögð sérstök áhersla á að þriðji geirinn, almennir borgarar, fyrirtæki og opinberi geirinn taki höndum saman til að takast á við þessar samfélagslegu áskoranir. Þessi sýn birtist einnig í auknum mæli í nýsköpunarstefnum margra Evrópuþjóða þar sem sérstaklega vikið að samfélagslegri nýsköpun og þriðja geiranum. Hér bara eitt dæmi frá Evrópusambandinu þar sem sérstaklega verið að fjalla samfélagslega nýsköpun sem drifkraft breytinga og hlutverk rannsókna og í Víena yfirlýsingunni þá kemur fram sem líka frá Evrópusambandinu að á 21. öldinni að þá séu mest knýjandi breytingar og knýjandi nýsköpun og mikilvægi nýsköpunar á félagslega sviðinu. En hvernig má skilgreina samfélagslega nýsköpun? Það náttúrulega til ótal skilgreiningar á samfélagslegri nýsköpun og ég ætla eingöngu að nefna 2 af því að
Ég hef orðið vör við að fólk áttar sig til ekki á hvað átt við með samfélagslegri nýsköpun. Eins og kemur fram hér að þá samfélagsleg nýsköpun ferli sem felur í sér að þróa og miðla lausnum á samfélagslegum og oft kerfislegum áskorunum samfélags og umhverfis til að stuðla að félagslegum framförum. Ég vil kannski taka það líka fram að það oft þannig að það skiptir svolítið máli úr hvaða átt maður kemur, hvaða fræðigrein, hvernig samfélagsleg nýsköpun skilgreind, en það alltaf sameiginlegir fletir. Ég hef oft notað sjálf þessa skilgreiningu sem birtist hér. Hún þróuð og notuð af Lars Hulgaard sem þekktur fræðimaður á þessu sviði á Norðurlöndunum og í Evrópu og stofnaði meðal annars EMS sem rannsóknarnet fræðafólk sem sérstaklega að skoða samfélagslega nýsköpun út frá þriðja geiranum og því sem kallast samfélagsleg fyrirtæki eða social enterprises. Og þið sjáu þarna að það mikil áhersla lögð á að samfélagsleg nýsköpun snýst að mæta einhverju samfélagslegu markmiði. Og ávinningurinn, hann fyrst og fremst í formi aukinna lífsgæða fyrir fólk eða hópa í samfélaginu. Og það leitast við að finna nýja lausnir við að mæta viðfangsefninu og hún drifin áfram að samfélagslegum markmiðum en hún getur líka verið viðskiptalegs eðlis sem getur gert starfið bæði sjálfbært og raunhæft. Það mjög mikil áhersla í þessari skilgreiningu á þátttöku notenda, þátttöku hópsins sjálfs og getur verið fagfólk og annarra hagsmunaaðila og svo þessi samvinna sem á milli allra sviða í samfélaginu. Það einnig lögð áhersla á að nýsköpun felist í félagslegum tengslum eða því sem við kallum social relations og valdeflingu hópa, sérstaklega hópa sem hafa verið jaðarsettir í samfélaginu. Og líka að þá erum við að skoða ekki bara ákveðnar aðgerðir, heldur líka nýsköpunarferlið sjálft geti leitt til dæmis til nýrra stjórnarhátta, nýrrar samvinnu og svo framvegis. Og að mikilvægi sé ekki eingöngu ákvarða með samkeppnishæfni og framleiðni, heldur líka sé tekið mið að lífsgæðum og velferð fólks og samsköpun þekkingar. Godin sem þekktur stjórnmála- og félagsfræðingur sem starfaði í Kanada, hann lést reyndar 2021 fyrir aldur fram, hefur skrifað sögu nýsköpunar og rekur hana í sínum rannsóknum til Grikklandsins forna á 50. öld. Ég ætla ekki að fara í alla þessa sögu, en vildi benda ykkur á þetta rit sem hann skrifaði 2012 og það mjög áhugavert að skoða hvernig hann tengir þróun og áherslur hugtaksins eftir tímabilum í sögunni. Og upphaflega þá var hugtakið samfélagsleg nýsköpun tengt við samfélagslega breytingar og var það í raun löngu áður en hugtakið var tengt við tækni og markað. Og síðan í byrjun 20. aldar þá kom fram ný merking hugtaksins sem fólst í breyttri eða nýrri hegðun eða nýjum aðferðum sem nær yfir öll svið samfélagsins. Á sama tíma þá hefur mikilvægi samfélagslegra nýsköpunar við að takast á við þær stóru áskorunir sem heimurinn að glíma við og oft eru tengt við heimsmarkmiðin, verið viðurkennd á alþjóðlegum vettvangi. Samfélagsleg nýsköpun tengist ekki einhverju einni fræðigrein eða skilgreiningu, heldur mörgum fræðilegum hugmyndum og rannsóknarhefðum. Alveg eins og þær aðferðir sem eru notaðar í samfélagslegri nýsköpun eru fjölbreyttar, þá byggja fræðilegar undirstöður hennar á reynslu margra fræðigreina sem allar eiga mikið framlag til þessa fyrirbæris. En þrátt fyrir að lögð hafi verið mikil áhersla á samfélagslega nýsköpun á síðustu árum, þá samt sem áður skortur á kerfisbundnum greiningum á samfélagslegri nýsköpun, kenningum hennar og einkennum og þeim væntingum sem eru gerðar til samfélagslegra nýsköpunar af ólíkum aðilum.
Það hefur samt sem áður að svona sérstaklega frá 2000 og kannski svona 5, myndi ég segja, verið fjallað sögu, strauma og fræðilegan bakgrunn samfélagslegra nýsköpunar og líka sérstaklega út frá félagsvísindunum. Og þá vil ég sérstaklega nefna þessi verkefni hér, það bók sem heitir A Research Agenda for Social Innovation sem Jürgen Hauwald og fleiri hafa skrifað og þau tóku líka þátt í mjög stóru verkefni sem var styrkt af Evrópusambandinu og hafa gefið út mikið efni samfélagslega nýsköpun og skrifað svona krítískar greiningar á rannsóknum og sögu samfélagslegrar nýsköpunar. Nú þó að áherslan hafi kannski verið á síðustu árum aðalega á tækni og viðskipti og raunvísindi, þá það auðvitað ekki þannig að samfélagsleg nýsköpun hafi ekki verið fyrir hendi á öðrum sviðum samfélagsins, svo sem í hinum þriðja geira og í opinberu starfi. Mjög mikið af slíkri nýsköpun byrjar hjá grasrótinni, frumkvöðlum, hjá eldhugum, hugsjónafólki og félagasamtökum þeirra. Það sýna einfaldlega rannsóknir og saga félagasamtaka bæði hér á landi og erlendis. Framlag félagsvísinda hefur einnig verið mikið til slíkra nýsköpunar þó að hvorki félagsvísindin sjálf nema nokkrir kannski hafi mikið rætt sín viðfangsefni sem samfélagslega nýsköpun. Fræðafólk hefur á síðastliðnum árum skrifað að það sé komið nýtt nýsköpunarviðmið, innovation paradigm eins og á enskunni. Það sem lögð meiri áhersla á félags- og hugvísindi og reynda líka skapandi greinar í nýsköpun og mikil áhersla lögð á að almennir borgarar og notendur þjónustu taki virkan þátt í sköpun þeirra lausna sem verið að vinna að. Hvort sem að ræða opinbera stefnumótun, breytingar á velferðar- og heilbrigðisþjónustu eða smærri verkefni sem stuðla að valdeflingu hópa í samfélaginu. Þetta líkan sem Jürgen Hauwald hefur þróað og bara til þess að kíkja aðeins á það að þá sjáum við hérna að það verið að opna upp þetta nýsköpunarferli og mikið rætt samsköpun, notenda samráð, notenda þáttöku, valdeflingu og þessa samvinnu milli allra sviða samfélagsins. Þannig að það virðist vera sameiginleg sýn helstu alþjóðastofnana og fræðafólks að víkka þurfi út nýsköpunarviðmiðið og það sé grundvallaratriði. En hvað hlutverk háskóla? Það hefur ekki mikið verið rannsakað hlutverk háskóla í samfélagslegri nýsköpun. Og helsta áhersla háskóla hefur verið á rannsóknir og kennslu. Þó að samfélagslegt hlutverk háskóla hafi alltaf svifið yfir vötnum. En það hefur verið óljósara hvernig það skilgreint og hvernig það metið. Félag evrópskra háskóla hefur lagt mikla áherslu á samfélagslega nýsköpun og samfélagslega áhrif og í nýrri evrópskri framtíðarstefnu fyrir háskóla sem held ég að koma út 2017 einnig fjallað þessi atriði. Þetta endurspeglast einnig í stefnu Háskóla Íslands H26 þar sem meðal annars fjallað samfélagslega nýsköpun. Þar kemur til dæmis fram að árið 2026 eigi háskólinn að vera farvegur samfélagslegra nýsköpunar og búa nemendur undir að takast á við verkefni, margbreytilegs samfélags og áskoranir framtíðarinnar. Í innleiðingunni settar fram 10 verkefnastoðir og ein þeirra samfélagsleg nýsköpun, framfarir og starfshæfni nemenda og ákveðnar aðgerðir settar fram til að efla þessa þætti. En ég ætla reyndar ekki að telja upp. Þessi sýn helst ágætlega í hendur við það sem hefur verið kallað 4 þátta líkan Helegs tengsl háskóla og nýsköpunar við samfélagið. Það reyndar komið líka 5. þáttalíkanið þar sem umhverfið sett einnig inn í. Það þekkja sumir the triple helix líkan, 3 þáttalíkanið nýsköpun og samstarf háskóla. Það var þróað af Henry Edskowitz
og hefur verið notað mikið í stefnumótun og rannsóknum við háskóla og tæknigarðar og torg eru afurð þessa líkans. En þetta líkan, 4 þátta líkanið sem notað núna og hefur verið nokkra hríð í stefnumótun hjá Evrópusambandinu, þið sjáið að 4. þátturinn í því borgarlegt samfélag, notendur, 3. geirinn. Þannig að það komið alveg nýr þáttur sem var ekki í hinu líkaninu og svo hef ég séð líka að umhverfismálin eru líka sett sérstaklega sem 5. þátturinn. Þannig að þarna verið í raun og veru að leggja mun áherslu en verið hefur allavega á síðustu árum á samfélagslega nýsköpun og samfélagslega áhrif háskóla og að byggja brýr á milli háskóla og samfélagsins. Þetta töluvert róttækt sjónarhorn í raun og veru vegna þess að þarna ekki bara verið að tala við miðlum vísindum á hefðbundinn hátt til samfélagsins eins og svo mörg okkar gera auðvitað, eiginlega öll myndi ég segja, heldur enn virkari þáttöku notenda og almennings frá byrjun, til dæmis bara fyrst inn í rannsóknarferlið, inn í kennsluna einnig og að setja á fót samfélagsleg nýsköpunarverkefni og kenna á þessu sviði í háskólum. Það mikil áhersla á að nota fjölbreyttari rannsóknaraðferðir og svo kannski og svo eru taldar upp ákveðnar rannsóknaraðferðir sem við í félagsvísindunum þekkjum reyndar mjög vel. Og það til dæmis mikið talað þátttökuathuganir, action research og fleira sem margir á félagsvísindasviði eru nú þegar að nota og þessa samsköpun þekkingar. En það einnig kannski talað aðra hluti eins og hönnunarhugsun sem ekki margir held ég að nota á félagsvísindasviði. Og fyrir utan þetta að það talað nýjar leiðir við miðlun þekkingar til viðbótar áherslu að birta í ritrindum, tímaritum. Og maður sér svona, ef maður skoðar þessa orðræðu, þá mikið talað borgarleg vísindi, samfélagslega ábyrgar rannsóknir og svo framvegis. Og að stofna hraðla og tilraunastofur á þessu sviði. Að mínu mati þá þetta áskoranir fyrir akademíuna og þarf auðvitað að skoða þá innviði og stuðning sem fyrir hendi ef að fólk hefur áhuga á að vinna á þennan hátt. Við megum náttúrulega ekki gleyma því að það ríkir akademískt frelsi og því ekki hægt að þvinga fólk til að vinna á þennan hátt en aftur á móti geta stefnumótunaraðilar og háskólinn sjálfur beint okkur í ákveðnar áttir með sínu styrkjakerfi, stefnumótun, stuðningi og breyttu vinnumatskerfi þar sem tekið einnig mið af þessu. Framlag félagsvísinda í þessu nýja viðmiði bæði mikilvægt fræðilega en líka á hagnýtan hátt. Í þessu viðmiði eins og áður hefur komið fram lögð áhersla á félagslega breytingar, félagslega tengsl, lýðræði og hópa í samfélaginu sem eru jaðarsettir. Rannsóknir og kennsla félagsvísindafólks hér á landi tengist samfélagslegri nýsköpun órjúfa böndum. Rannsóknir okkar sem vinnum á félagsvísindasviði snúa mjög oft að mannréttindum, ójöfnuði, fátækt og jaðarsettum hópum í samfélaginu. Við félagsvísindasvið nú þegar kennd námskeið í nýsköpun. Það kennd námslína í nýsköpun og frumkvöðlafræði við viðskiptafræðideild. Við félagsráðgjafardeild skyldunámskeið á fyrsta ári sem heitir samvinna og samfélagsleg nýsköpun. Það kennt sjálfbærni og það kennt jaðarsetta hópa. Einnig kveikja sem þverfagleg námskeið sem opið fyrir allan háskólan, í sterkum tengslum við sviðið og samfélagsfræðillinn snjallræði einnig tengdur við sviðið. Vaxandi miðstöð samfélagslega nýsköpun sem sérstaklega beinir athyglin að 3. geiranum og borgarunum einnig hér við félagsvísindasvið. Að sama skapi verið að kenna ýmiss konar námskeið notendasamráð, þátttöku og valdeflingu í ólíkum deildum á sviðinu nýja stjórnarhætti og svo framvegis. Aftur á móti samvinnan á milli deildana á félagsvísindasviði frekar brotakennd
og ekki margir sem setja sína rannsóknir beint undir hatt samfélagslegrar nýsköpunar. En í stefnumótun Evrópusambandsins gert ráð fyrir mun virkara hlutverki háskóla í því. Það mikil áhersla á að opna nýsköpunarferlið inn í samfélagið með valdeflingu, þátttöku og samsköpun í fjölfaglegu samstarfi. Í nýlegri grein sem Verena Karlsdóttir, Magnús Þór Torfason og Tamar M. Hæstra og Ingi Rúnar Eðvarsson höfundar að, þá fjalla þau þriðja hlutverk háskóla og nota þriðja þáttalíkanið til viðmiðunar sem hérna á glærunni. Og í þeirri rannsókn var spurt umfang þátttöku fræðafólks í verkefnum sem falla undir þriðja hlutverkið. Og meðal annars var spurt nýsköpunarverkefni og tengsl við atvinnulífið og það kom auðvitað í ljós eins og flestir vita og ég tók aðeins bara niðurstöðurnar frá félagsvísindasviði að það náttúrulega flestir sem að vinna saman innan sinnar deildar og svo í erlendu samstarfi, ekki mikið við önnur svið háskólans og í þessum hefðbundnu verkefnum. Það að halda erindi og fyrirlestra, taka þátt í stefnumótun og svo framvegis. Það voru mjög fáir á félags- og hugvísindasviði sem sögðust vera að vinna nýsköpunarverkefni. Ég tel kannski að geti verið vegna þess að í huga okkar nýsköpun svo mikið tengd við tækni, svo mikið tengd við raunvísindin að kannski hefur fólk ekki áttað sig á því að það væri að vinna að nýsköpun. Og það var ekki spurt í þessari rannsókn fjórða þáttinn sem tengsl við notendur og borgaralegt samfélag. Aftur á móti sá ég að þau ætla að rannsaka meira á þessu sviði, þannig að ég bara hlakka til að sjá þegar þau fara að rannsaka fjórða þáttalíkanið inn í þessu. En þegar við skoðum stefnu háskólans og þá mælikvarða sem háskólinn ætlar að nota, eins og ég les stefnuna og hvernig að meta auki samstarfi samfélagið, þá á að gera það á grundvelli ritrýndra birtinga á alþjóðlegum vettvangi, birtinga með atvinnulífi, einkaleifum, nytjaleifum og stofnunar sprotafyrirtækja. Einnig nefnt samstarf við opinbera stofnanir og framkomu fræðafólks á innlendum vettvangi eins og það orðað. Ég sé ekki að það sé minnst á borgaralegt samfélag, notendur og þriðja geirann í mælikvörðunum, en ég vil aftur á móti taka það skýrt fram að ég hef ekki alveg fylgst með svona innra starfinu í innleiðingaferlinu og ég tel þetta ákveðnu leyti andstöðu við ákveðna þætti í sjálfri stefnunni og ef á að beina fræðafólki á öðrum sviðum en í raunvísindum og heilbrigðisvísindum að vinna nánar að svokölluðum óformlegum verkefnum og samfélagslegri nýsköpun, þá þarf einnig að þróa aðra mælikvarða til að meta þá vinnu. Þessi umræða tengist að sjálfsögðu hvert á hlutverk háskóla vera og hvað góður háskóli. Mér sýnist þó í fljótu bragði að þessi áhersla á samfélagslega nýsköpun tengist að einhverju leyti lýðræðislegu hlutverki háskóla þar sem lögð áhersla á að rækta upplýsta borgara sem meðvitaðir ólíka menningarlega heima og sjónarhorn og tilbúnir til virkrar borgararlegrar þátttöku í samfélaginu. En einnig háskóla þar sem lögð áhersla á mannréttindi, jafnari þátttöku og upplýstari samfélagsumræðu. Ég ætla að enda á að vísa í Pál Skúlason, grein sem hann skrifaði árið 2014, eins og mjög margir vita þá skrifaði hann mikið háskólann. Hann nefndi greinina hvað góður háskóli. Hann reyndar segir í greinina, hann hafi spurt vin sinn hvað góður háskóli og sá hafi svarað, það sá háskóli sem reynir að svara þessari spurningu. En til að enda erindi mitt á þessu, hvað góður háskóli? Til að skapa góðan háskóla þarf líka eldheitan áhuga á vísindum og fræðum, takmarkalausa trú á þroskagildi menntunar og þá sannfæringu að þekkingin skipti öllu máli til að bæta samfélag okkar og lífsskilyrði. Kennarar, nemendur og sérfræðingar eiga ekki aðeins að einbeita sér hver að sínu ætlunarverki, heldur þurfa að virða fræðastarf annarra og læra af því sem aðrir gera. Takk fyrir áheyrnina.
Komið sæl og já, takk fyrir flotta kynningu og margt í henni sem að ég ætla bara óspart að nýta mér svona kannski líka til að spara tíma hér og þar í minni kynningu en gaman að sjá ykkur og flott að fá hér tækifæri til að ræða svona mína reynslu af því að fara út í nýsköpun og að taka þátt í nýsköpunarferli. Og ég ætla að taka fram bara í upphafi að ég stend hér ekki sem sérfræðingur í nýsköpun. Ég lít allavega ekki svo á en ég svona kannski að læra og ég vil endilega deila þeirri reynslu með ykkur. Hér var svolítið mikið nú þegar rætt fatlað fólk og ég ætla bara að halda áfram á þeirri braut og það er bara fínt. En ég ætla að fjalla nýsköpun á sviði nýsköpunar. Eins konar tvöfalda nýsköpun, en þetta verkefni sem að ég ætla að tala og sem ég hef tekið þátt í að móta og að svolítið útfæra og reyna að framkvæma, það tengist þátttöku fatlaðs fólks í vinnu og atvinnu. Og þá ekki bara hvaða vinnu eða atvinnu sem heldur atvinnu og vinnu án aðgreiningar og það sem heitir á ensku inclusion, work inclusion. Og við vitum það er heilmikið vitað á þessu sviði. Það hafa átt sér stað alls konar rannsóknir, ekki síst í útlöndum en líka á Íslandi í gegnum tíðina og í gegnum bara á síðustu áratugum og þessar rannsóknir hafa kennt okkur heilmikið hvaða hindranir fatlað fólk stendur frammi fyrir þegar að kemur að því að taka þátt eða reyna að taka þátt í vinnu og atvinnu. Og þær hindranir eru á vinnumarkaðinum, líka hér hjá okkur, þær eru í menntakerfinu og þær tengjast menningu og gildum og hvernig við lítum til fatlaðs fólks sem og annara minnihlutahópa. Þær tengjast þáttum eins og aðgengi bygginga en ekki síst aðgengi upplýsinga. Tengjast líka lögum, reglugerðum, stefnu yfirvalda og svo framvegis og við vitum eiginlega heilmikið og ég veit auðvitað ekki allt, ég bara með hluta púslinu kannski svona hjá mér en svo aðrir sem að vita ýmislegt annað og svona samanlagt þetta bara myndarleg litteratúr þetta svið. Og það kannski ekki hægt að fullyrða að við vitum ekki hvert ætti að stefna og það liggur svolítið fyrir. Bæði þekking til staðar eins og ég sagði en stefnan hefur líka breyst. Í dag tölum við mannréttindi og mannréttindasjónarmið og ég held að við samþykkjum öll og ég held ekki, ég veit að þetta hluti af löggjöfin okkar að hér ríkir mannréttindasjónarmið þar sem að þáttaka í atvinnu og vinnu réttur meðal annars fatlaðs fólks og eiginlega réttur allra. Á sama tíma sjáum við sífellt meira vera að leggja áherslu á að virkja hugvit allra. Og þar talaði alls konar ógnanir og breytingar í okkar samfélagi. Við tölum oft hvernig heilar iðnaðargreinar flytja til Kína og Suðaustur-Asíu og svo framvegis. Og þá svarið oft við þurfum að virkja hugvit, við þurfum að skapa nýtt, við þurfum að vera framarlegri í þróun. Og oft þessi þróun einmitt í tengslum við síma og alls konar tækni. En ég vil meina það og ég algjörlega sammála því sem að Steinunn var að tala að samfélagsleg þróun, ef eitthvað mun hún halda áfram að veita okkur einhvers konar leiðandi stöðu í heiminum, þótt að hljómi kannski svolítið einhvers konar nýlenduhyggja, þá ekki að meina það, en við erum að byggja upp, við erum að huga jafnrétti og það eitthvað sem að ekki öll svæði í heiminum komin kannski langt í, þannig að þarna liggur bara tækifæri fyrir okkur til þess að halda áfram á þessari braut framfara. Nú þetta bakgrunnurinn og í þessu samhengi þá gerðist þetta verkefni svolítið að upphafið bara tengdist eiginlega bara spjalli yfir kaffibolla þar sem að ég talaði við forsvarsmann samtaka frumkvöðla og við vorum bara eitthvað að tala þátttöku fólks í nýsköpun og hvernig væri hægt að virkja hugvit allra og á öllum mögulegum sviðum og þá var til þessi hugmynd það að við þyrftum að skoða hvernig væri með þátttöku fatlaðs fólks í nýsköpun.
Þannig að fyrsta skrefið í þessu ferli sem að hófst fyrir nokkrum árum síðan var í rauninni að kanna landslægið, sjá svolítið hvernig nú eiginlega staðan bara almennt varðandi þátttöku fatlaðs fólks á vinnumarkaði og þar vissi ég auðvitað eitt og annað en þá kannski líka sérstaklega með tilliti til nýsköpunar. Þannig að markmið fyrsta skrefsins var í rauninni að kortleggja sjónarmið ýmissa aðila á það hvort að nýsköpun væri eitthvað sem að fatlað fólk tæki þátt í dag eða myndi vilja taka þátt í og hvers konar væntingar eru svona uppi það hvers konar tækifæri líka. Þannig að við áttum samtöl og við þessa aðila og þessir aðilar eru fyrst og fremst fatlað fólk sjálft, fatlaðir einstaklingar, samtök þeirra og svo frumkvöðlar, bæði fatlaðir frumkvöðlar og ófatlaðir. Samtök frumkvöðla, það eru öflug samtök til á Íslandi sem að koma saman aðilum sem eru á ýmsum stigum í nýsköpunarferlinu og styðja þar hvort annað með fræðslu og ráðgjöf. Og svo var líka tala við það sem ég kalla fagfólk og það þá fólk sem í einhverju starfi, í einhverju úrræði sem að tengist fötluðu fólki og þá í tengslu við vinnumarkaðinn. Það sem við gerðum markvisst ekki var að tala við yfirvöld á þessu stigi. Okkur fannst mjög mikilvægt að átta okkur á stöðunni svona út frá, eins og þú hefur nefnt áðan Steinunn, út frá grasrótinni. Hvað fólk að spá og svo auðvitað út frá þeim sem að koma að þessu málefni, út frá því sjónarmiði. Og niðurstaðan var í mjög stuttu máli, við skrifum myndarlega skýrslu það, en niðurstaðan var svo að það eru miklar hugmyndir hjá fötluðu fólki að virkja sitt hugvit, að þróa nýjar hugmyndir og það náttúrulega mikil staðalmynd að fatlað fólk og það kannski sérstaklega fólk með ákveðnar fatlanir eins og fólk með þroskahömlun eins og það sé einstaklingar sem að geta ekki lært og geta í rauninni lagt lítið fram til samfélagsins og ég held að þetta verkefni sé kannski bara líka liður í því að afbyggja þessar staðalmyndir. Því það eru alls konar hugmyndir og fólk vill gera ýmislegt, það alveg skýr eftirspurn eftir tækifærum innan nýsköpunar og það sem var líka áhugavert að það eftirspurn hjá nýsköpunar aðilum sem eru oft á tíðum ófatlaðir einstaklingar eftir þátttöku fjölbreyttra aðila í verkefnum þeirra. En könnun á landslæginu sýndi okkur líka að það alls konar kerfislægar hindranir, upplýsingar sem eru ekki aðgengilegar, alls konar alls konar fyrirkomulag sem að gera fötluðu fólki erfitt að taka þátt í slíkri starfsemi. Og það vandar kannski líka stefnu og það kannski ekki fallegt að segja það en við þurfum bara heilt yfir í atvinnumálum fatlaðs fólks að setja okkur skýr markmið og þá kannski svona aðeins meiri hvati til að vinna að þessu. En ef við tökum þetta saman þá lærðum við í þessu fyrsta skrefi að lykilaðilar á þessu sviði eru mjög spenntir, eru tilbúnir til að bæði tjá sig þetta og ræða það og skoða hvað hægt að gera og það eru tækifæri sem erum að gera að nýta sér. Þannig við tókum næsta skref, við vorum mjög spennt fyrir því, það var bara ljóst að allir væru til í það og ég fékk þá styrk frá háskólanum, styrkur sem heitir stuðningur vegna samfélagsvirkni og ég var og mjög ánægður með að hafa fengið þennan styrk á sínum tíma því hann gerði mér kleift að ráða aðstoðarfólk og það sem við gerðum þá var að skipuleggja vinnustofur þar sem að fyrrnefndir aðilar tóku þátt og við ræddum ekki lengur væri það hægt að gera eitthvað, væri hægt fyrir fatlað fólk að taka þátt, væri það áhugavert eftirspurn heldur ræddum við hvernig væri hægt að gera það, hvernig væri hægt að styðja við að þessir aðilar geta tekið þátt til jafns við aðra í nýsköpun. Og ekki bara hvernig heldur hver sem að situr hérna við borðið getur gert hvað fólk til í að skuldbinda sig, að taka á sig ákveðið hlutverk. Og hvaða áskoranir sjáum við líka og það hefur verið gegnum gangandi í þessu verkefni að velta líka fyrir okkur í hvaða samhengi erum við að reyna að gera þetta. Því í þessu samfélagslega samhengi eru ákveðnar takmarkanir, áskoranir, ógnanir, hvað sem við viljum kalla það og það þýðir ekkert að loka augum fyrir þeim. Þannig að við vildum vera svona kannski bara mjög meðvituð hvað getum við gert en líka hvað þurfa aðrir að gera, hvað getum við eiginlega ekki gert og hvað jafnvel þáttur sem að mun hafa áhrif á árangur
framdags okkar. Og niðurstaða þessara vinnu var í stuttu máli að við mótuðum 4 kjarnatillögur sem að við köllum samstarfsverkefni sem hefur það að markmiði að styðja við fatlað fólk sem að vill taka þátt í nýsköpun. Og þá erum við að tala bæði fólk sem að vill þróa sín eigin nýsköpunarverkefni en líka fólk sem vill taka þátt í nýsköpun annara. Og tillögurnar eins og þið sjáu hérna á þessari glæru, þessar glærur nú ekki eins skemmtilegar og glærurnar hennar Steinunar, það bara texti en þið sjáu þetta, ég tek þetta hér saman. Við erum að tala fræðslu og ráðgjöf sem mjög mikilvægur þáttur og hann tengist bæði nýsköpun en líka fötlun, að fræða sem sagt alls konar aðila í alls konar kerfum á vinnumarkaði í nýsköpunarverkefnum hvað eiginlega fatlað fólk, hver eru réttindi fatlaðs fólks, hvað getur fatlað fólk gert og það svona liður í þessari afbyggingu staðalmynda sem ég var að tala áðan. Svo sér verkefni fyrir sér að aðstoða við að sjá tækifærin, því það oft eitthvað sem ekki sjálfsagt fyrir fyrirtæki, fyrir frumkvöðla að átta sig á því að ákveðin verkefni gætu verið unnið af fötluðu fólki og hvaða verkefni það sem við gætum komið saman í einhvers konar pakka, einhvers konar starfslýsingu. Þannig að verkefni sér fyrir sér að þurfa aðstoða við það, móta þessi tækifæri, skilgreina svolítið og síðan miðla til þeirra aðila sem hafa mögulega áhuga á að vinna að þessum verkefnum. Svo þarf að vera stuðningur til staðar og rannsóknir sýna okkur það að þátttaka fatlaðs fólks árangursrík ef það stuðningur til staðar á vinnustafnum, ekki bara fyrir fatlaða einstaklingin, heldur líka fyrir vinnuveitandinn sem þarf ofta að læra mjög mikið hvernig hægt að gera fyrirtæki að fyrirtæki án aðgreiningar og síðast en ekki síst gerðum við ráð fyrir að verkefninu fylgi mat á framkvæmd og árangri. Og nú erum við í það sem væri hægt að kalla þriðja skrefið, ég kalla það samt þriðja og fjórða skrefið vegna þess að þetta svona alls konar skref á sama tíma finnst mér, en við fengum myndarlegan styrk frá ráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra, til að vinna á þessu ári að undirbúningi framkvæmdar. Ef við viljum fara með þetta verkefni í framkvæmd, hvernig gerum við það? Hvaða aðilar ætla að sjá með það? Þannig að það var alls konar spurningar sem við þurftum að svara fyrst áður en við getum bara framkvæmt þessar 4 tillögur. Þannig að, og svo fengum við líka styrk frá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, nýsköpunarráðherra, þegar hún var ennþá í því hlutverki til þess að vinna að þessu. Þessi undirbúningsvinna stendur yfir og þar koma allir þessir aðilar að ýmsum verkefnum og við stofnuðum félag utan þetta. Það félag heitir Félag nýsköpunarvirkni fatlaðs fólks og í stjórn félagsins eru þá fulltrúar Öryrkjabandalagsins, Þroskahjálp, Samtaka frumkvöðla og hugvitsmanna, Félags kvenna í nýsköpun og svo Átaks, félags fólks með þroskahömlun og svo líka einn fatlaður frumkvöðull í stjórninni okkar. Og við erum að vinna að 4 vinnubökkum og svo vinna gengur ágætlega, við munum skila á okkur skýrslu í lok ársins og á sama tíma og þessi vinna í gangi þá líka lagt svolítið upp úr að kynna verkefnið og að hvetja til umræðu og við erum svo lánsöm að vera með 2 einstaklinga með þroskahömlun sem að búa til hlaðvarpsþætti sem ég hvet ykkur til að hlusta á og þessir þættir eru hluti af þessu nýsköpunarferli. Þar verið að tala bæði verkefnið sjálft en líka samhengið. Hver staða fatlaðs fólks til dæmis gagnvart þátttöku á vinnumarkaði? Ég var beðinn að velta svolítið fyrir mér hvað segir þessi reynsla mér persónulega tækifæri fyrir okkur félagsvísinda fólk til að taka þátt í nýsköpun og ég held að þau tækifæri séu mjög mikil og ég held að snúist, að einhver leyti að fara að nota þetta orðalag nýsköpunar, ég held að sé alveg rétt að við séum kannski ekki vön því, en það ýmislegt sem að ég og mínir samstarfsaðilar fá út úr þessu samstarfi. Mér finnst frábært að geta verið í því hlutverki að tengja saman mjög ólíka aðila sem höfðu ekki unnið saman og þau hafa svolítið viljað stilla mig upp sem svona
hvað maður segja, leiðtogan og einhvern veginn virkar þar vel að við séum einhvers konar svona hlutlausri stöðu þótt við séum kannski ekki 100% hlutlaus, hver það, en við komum samt út frá fræðunum, við komum að borðinu kannski ekki, kannski ráðherra ekki vanur að sjá okkur til að biðja einu sinni meiri peninga fyrir þetta og hitt, við komum kannski annars staðar að og það var talað það í þessu samstarfi að það væri mjög mikilvægt. Svo erum við auðvitað, við getum verið með fræðilegt innlegg og þurfum að vera það er örugglega okkar hlutverk og við getum líka fylgt verkefnum eftir. Við getum líka gert rannsóknir til þess að sjá hvað gefur verkefnið okkur beint, hvernig verkefnið að ná sínum markmiðum en líka óbeint hvaða lærdóm getum við dregið af verkefninu þegar að kemur að í þessu tilfelli atvinnuþátttöku fatlaðs fólks meira almennt. Og ég tek heilshugar undir að ferlið sjálft ekki síður mikilvægt og vonandi náum við flottum árangri en í þessu ferli erum við líka að læra heilmikið. Við erum að mynda þessi tengsl, við erum að læra alls konar þátttöku fatlaðs fólks í nýsköpun. Þarna fáum við tækifæri sem fræðafólk til að koma að praktískri vinnu í tengslu við ákveðin málefni og við getum þróað nýjar hugmyndir og skapað eitthvað nýtt fyrir samfélagið. Við fáum leið líka tækifæri til að koma okkar rannsóknum á framfæri og mér finnst það persónulega líka mjög gaman að geta talað það sem að ég hef séð í gegnum mínar rannsóknir og rannsóknir sem ég hef unnið í samstarfi við aðra. Og það gaman að geta sett það í samhengi ákveðins verkefnis, að geta rætt þessar rannsóknir í tengslu við eitthvað ákveðið í þessu samhengi þátttöku fatlaðs fólks í nýsköpun. Og það verða auðvitað líka tækifæri til fyrir kennslu. Í þessum samstarfi sem ég hef átt við þessa samstarfsaðila, ég bara mjög ánægður með þetta samstarf verið að segja, þetta hefur gengið bara ótrúlega vel, en það auðvitað þannig að það allir ólíkir, allir með sína hagsmuni, allir með sína sýn og það kannski líka okkar hlutverk eða getur verið það, að reyna að tengja saman þessa aðila svona efnislega. Hvernig getum við komið þessum sjónarmiðum saman, hvernig getum við tryggt það að allir einhvern veginn vilji eignast verkefnið, vilji skuldbinda sig, því þetta ákveðin skuldbinding og það kannski það sem að, ef ég stundum kannski smá óöruggur í kringum þetta, þá þetta vegna þessa, að hvað gerist ef að einhver í stjórninni ákveður að viðkomandi eða samtökin hafa ekki lengur áhuga, hvað gerist þá? Og ég þá ábyrgur, þannig að við þurfum svolítið að tryggja það að við berum þetta saman. Því mikilvægt að mínum að það sé gott lýðræði og allir upplifi eignarhald og vilja gera skuldbindingu og að reksturinn sé sem sagt, í einhverju formi þar sem að slíkt hægt og þetta ástæðan fyrir okkur að stofna þetta félag. Þá verður til einhvers konar umgjörð þar sem að við getum tryggt þessa þætti sem við varum að tala Ég hef líka upplifað það í gegnum þetta samstarf að það stundum vandmeðfarið þegar verið að biðja styrk til ráðuneytis til dæmis. Ráðuneyti þarf að skilja vel að þetta sé samstarfsverkefni undir nýjum hatti og það má ekki gerast að fara af stað túlkanir þar sem að það lítur út fyrir að ákveðin félög sé eiginlega bara að biðja pening í gegnum verkefnið. Þannig að það mjög mikilvægt að stilla þetta upp á réttan hátt og allir skilji vel hvernig þetta samstarf háttað. Og ég ætla að ljúka þessari ræðu með því að nefna nokkrar svona áskoranir held ég almennt þegar að kemur að þátttöku okkar í nýsköpun allavega, í félagslegri nýsköpun allavega eins og ég hef upplifað það, þá krefst þetta mikils tíma og það kannski eitthvað sem er svona kannski auka álag stundum og ég tek undir þau orð að það kannski áskorun fyrir skólan líka að sjá hvernig hægt að meta þetta. Þetta eitthvað sem bara kannski áhugamál fyrir svona einhvers konar helgarvinna eða þetta hluti af okkar ferli og það ýmislegt jákvætt sem hefur gerst undanfarin ár myndi ég segja eins og til dæmis umsóknir ótímabundna ráðningu hér taka nú mið af alls konar störfum, líka samstarfið samfélagið. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt og ég held að við getum gert ennþá betur hvað varðar þetta að meta þennan hluta starfsins.
Svo önnur áskorun sem að ég upplifi svolítið þótt við séum mjög meðvituð þessar áskoranir, þetta samhengi sem við erum að vinna í, þá maður kannski samt að reka sig á þetta að sumt erfitt, sumt fáum við ekki breytt til dæmis sem samstarfsaðilar og ef ég má nefna eitt risastórt mál, það eru það bótaskerðingar öryrkjabóta og það virkar mjög letandi fyrir fatlað fólk að taka þátt í bara hvaða vinnu sem og það á líka við nýsköpun og aðilar í stjórninni okkar sem eru að búa til þessa hlaðvarpsþætti bara að finna það á eigin skinni að við erum að borga fyrir hlaðvarpsþættina en svo geta þau búast við bótaskerðingum bara seinna. Þannig að þetta er ekki eitthvað sem við getum bara hunsað og það spurning hvernig við að takast á við svona, takmarkanir. Svo velti ég líka fyrir mér hvenær þetta barn nógu þroskað svo aðrir geta séð það og vil ég ennþá vera með eftir 10 ár eða sé ég fyrir mér að einhver aðili getur tekið við og hvenær við ákveða það. Mér finnst það kannski líka mjög svona stór og opin spurning. Eins gaman og mér finnst að gera það, þá það samt mikilvægt að þetta verði ákveðnum tímapunkti kannski sjálfbært. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, bara takk fyrir að hlusta. Ég þakka ykkur fyrir þetta. Magnús heiti ég, Tórason, dósent í viðskiptafræðideild og ég ætla að taka að mér að stýra eða vera með umsjón með pallborðs umræðum og bara vil ég ekki koma hérna upp bara, svo við bara vindum okkur í það. Ég held að við séum ekkert að taka inn eina pásu á milli. Þetta fólk hafi margt að segja. Heyrðu, já, og hér í pallborðinu eru sem sagt fyrirlesararnir okkar, Steinunn Hrafnsdóttir og Stefán Hardong og að auki eru hérna með okkur Ásdís Halla Bragadóttir, ráðuneytisstjóri í Háskólar, iðnaðar og nýsköpunar ráðuneytinu eða Kvín, eins og það stundum kallað, og Rúnar Björn Þorkelsson, formaður NPA miðstöðvarinnar. Og mér sýnist að ég standi hérna svona að einhverju leyti ekki til þess að tróna yfir ykkur vegna þess að ég held að það sé hérna pínulítið hljóðnemaskortur, þannig að ég sé ekki að leggjast á hljóðnema sem að þið hafi hérna. En ætlum bara að hafa svona almennar umræði hérna okkar á milli, spurningar úr sal, velkomna líka, við svona bara sjáum hvað við höfum tíma til þess að fara langt í þeim efnum og mér langaði eiginlega bara að byrja aðeins af því að við erum búin að fá þessi góðu erindi að fá Ásdísi og Rúnar til þess að svona bara aðeins opna, kannski segja aðeins frá svona ykkar sýn á þetta og það sem að svona situr eftir þessi erindi svona bara alveg á svona byrja bara mjög opið í upphafi. Ásdís allavega, já, vilt þú bara byrja á? Mér langar að byrja á að þakka kærlega fyrir. Bæði frumkvæði heyrið ekki nógu vel. Allt í lagi, já. Okay. Frumkvæði bara að þessari ráðstefnu, frábærum erindum og að koma félagslegri nýsköpun svona ofar á dagskrána vegna þess að Steinunn nefndi það sem svo hárrétt að nýsköpun svo gjarnan
tengd við tækni eða fyrirtæki eða stofnun fyrirtækja eða ný störf eða ýmislegt annað, en nýsköpun auðvitað svo margt annað og ég ætla alveg að viðurkenna það þegar ég hóf störf við að undirbúa stofnun nýs ráðuneytis, háskóla, iðnaðar, vísinda, nýsköpunar, fjarskipta, netöryggis og ýmislegt annað, að það fyrsta sem ég hugsaði varðandi nýsköpun var ekki félagsleg nýsköpun. Þannig að það bráðholt fyrir mig og fleiri að taka þátt í þessu samtali og hlusta á svona erindi. Og mér langar kannski bara rétt að byrja áður en að Rúnar fær svo orðið að segja ykkur frá því að þessi breyting á stjórnarráðinu sem átti sér stað núna í kringum áramótin, að búa til ráðuneyti þar sem eru saman háskólar, vísindi og nýsköpun nýsköpun, sem að tengist kannski því sem að Stefán sagði, nýsköpun í nýsköpun eða tvöföld nýsköpun. Og fyrstu dagana í nýju ráðuneyti þegar við erum ennþá húsnæðislaus, sem allt í lagi, við rettum okkur, við fengum lánaða nokkra fermetra í öðru ráðuneyti. En fyrstu dagana þegar vorum að koma okkur fyrir, að þá kom fólki úr háskóla og vísindaskrifstofunni og sagði, býttu fyrirgeðu Ásdís, en eigum við að sitja við hliðina á nýsköpunarfólkinu? Hvað eigum við sameiginlegt? Og maður getur spurt sig, hvernig hefur umræðan verið ef að fólki í vísindum telur sig eiga lítið sameiginlegt með fólki í nýsköpun? En þau voru ekki búin að setja saman lengi þegar þau áttuðu sig á því að háskólar, vísindi og nýsköpun samtengt og bara mjög mikilvægt. Held ég að þessi nýsköpun hafi átt sér stað í stjórnarráðinu að leiða þetta saman í eitt ráðuneyti. Og mér langar líka að segja ykkur frá því að í þessu nýja ráðuneyti erum við búin að vera mjög mikið að nýsköpun í nýsköpun með því að innleiða fullt af nýjum vinnubrögðum. Við erum til dæmis að vinna mikið með hönnunarhugsun. Þannig að þegar við erum til dæmis að tala háskólana þá reynum við að horfa á það frá sjónarhorni notenda, hvað sem það eru starfsmenn háskóla, nemendur eða hvað annað, og fáum inn með okkur hönnuði og teiknara og ýmsa aðra til þess að móta þessar hugmyndir. Og jöfn tækifæri eitthvað sem skiptir miklu máli og við höfum til dæmis ekki ráðið neitt starfsmann í ráðuneytið nema undangengnu umsóknarferli sem þannig að allir umsækjendur sem komast ákveði langt í ferlinu skila inn nafnlausum verkefnum sem eru metin af að minnsta kosti 4 manna hópi sem að metur nafnlaust verkefnin. Þannig að þessi svona ómeðvitaði bæja sem svo mikið hjá okkur trufli eins lítið og hægt vegna þess að stjórnarráðið fullt af rosalega líku fólki og við erum að reyna að brjóta það upp til dæmis í nýsköpunarráðuneytinu. En fyrst og fremst langar mér bara að þakka fyrir og segja að þetta bráðholt og það mjög mikilvægt að félagsleg nýsköpun komist ofar. Þannig að mér finnst bæði innleggin undirstrika mikilvægi þess. Já, ég held að ég upplifið mig svolítið svona viðfang að ég orðið ég myndi segja að ég sé svona dæmi það bara hvað félagsleg nýsköpun hefur áhrif á einstakling eins og mig. Ég held að ef ekki væri til dæmis fyrir þessa nýsköpun sem eins og má kalla NPA og að þá væri ég sennilega eftir örfá mínútur bara heima hjá mér að fara að opna hurðina að því ég væri sennilega að bíða eftir mínum fasta tíma hjá félagsþjónustunni í staðinn fyrir að vera með frelsið að fara þjóðfélagið og jafnvel heiminn og taka þátt í þjóðfélaginu með þeim stuðning og og ég held að ef við horfum á bara mín upplifun að eftir því sem ég hef séð á rannsóknum til dæmis að þá fólk sem með þessa þjónustu það margfalt virkara í skóla og atvinnuþátttöku og ég held að þetta sé eitthvað sem þarf að skoða líka betur bara mínum mati en ég ætla ekki að segja meir í bili ekki vera langorður.
Nei, bara takk fyrir þetta. Ef einhver með spurningar þá bið ég ykkur bara að gefa mér merki og ég kem þá til ykkar. Ég ætla þar til að við förum í það, þá ætla ég kannski að varpa fram einni spurningu sjálfur sem að ég var aðeins búin að vera að velta fyrir mér það í tengslu við það sem að Steinunn var að nefna varðandi það hvað í rauninni nýsköpun það þessi ómætta þörf sem við verum með og nú auðvitað mikið tengt samfélagslegri nýsköpun sem að sprettur upp kannski jafnvel í þjóðfélögum sem það sem að ríkisvaldi hefur ekki jafn stórt hlutverk þar sem að samfélagsleg nýsköpun í rauninni borgararnir reyna að redda sér þegar að ríki stendur ekki sína plikt og ef maður velti því fyrir sér hvert hlutverk samfélagslegra nýsköpunar í samfélagi þar sem að við erum með öfluga almannaþjónustu og hún í rauninni við ætlumst til þess að hið opinbera leysi fyrir okkur ýmisleg samfélagslega vandamál. Er það þá betra umhverfi fyrir samfélagslega nýsköpun eða það verra umhverfi af því að það færri óleyst vandamál fyrir okkur að grípa sem að viljum stunda samfélagslega nýsköpun? Já, Steinunn, fyrst að þú býður þig fram í að taka fyrsta snúningin á þessu heilabroti. Þetta enda mjög góð spurning að frekar flókin líka vegna þess að þetta tengir svo mikið frjálsum félagasamtökum og þróun þeirra í velferðarþjóðfélögum. Og í rannsóknum þá kemur auðvitað fram að í til dæmis norrænu velferðarríkjunum að þriðji geirinn, hann mjög virkur, kannski bara svolítið á öðrum sviðum heldur en í sem öðrum löndum sem með önnur velferðarkerfi. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað minni eða meiri eða varðandi samfélagslega nýsköpun í tengslum við það en við þurfum þó að gera okkur grein fyrir að á Íslandi þó að það sé kannski ekki mikið fjallað það að þriðji geirinn hann rekur mjög mikla velferðar og heilbrigðisþjónustu á Íslandi þrátt fyrir að við séum norrænt velferðarkerfi. Hjúkrunarheimili til dæmis hér á Íslandi eru flest sjálfseignarstofnanir sem tilheyra þriðja geiranum. SÁÁ einnig sjálfseignarstofnun og öll þessi félög sem við höfum nú verið að tala í dag, félög notenda, þau reka umfangsmikla velferðarþjónustu. Þannig að og eru í mörgum samfélagslegum nýsköpunarverkefnum. Þannig ég held ekki að þetta auðvitað ólík velferðarfélög, Bretland til dæmis og Ísland eða lönd í Austur-Evrópu, þetta allt annað kerfi. En það mjög mikið flóra nýsköpunar í öllum þessum kerfum og við finnum alltaf eitthvað sem að bæta í raun og veru. Hver fleiri sem vilja segja eitthvað þetta? Já, þetta mjög áhugaverð spurning. Ég hef svo sem ekki svarið en við höfum rætt þetta áður reyndar í einhverju vinnustofu þar sem við tókum bæði þátt og það getur auðvitað ekki verið að ríkið taki ekki ábyrgð. Við erum með þannig velferðarkerfi að ríkið í mikilvægu hlutverki. Á sama tíma þá vitum við líka að það alls konar hugmyndir og jafnvel hugmyndir sem á skjön við það sem að gengur og gerist innan ríkisstofnana sem að væri gott að þróa og myndu geta leitt til framfara og til dæmis í tengslu við mannréttindabaráttu fatlaðs fólks þá held ég að sé ekki alveg hægt að halda því fram að ríkið hafi alltaf haft frumkvæði að þessu öllu saman. Þvert á móti þá koma hugmyndir frá grasrótinni og alveg eins og fyrirtæki kannski fjármagna eitthvað þróun forrits eða eitthvað og það alltaf óljóst hvort það verði eitthvað markaðsvænt eða ekki. Það þarf ríkið svolítið líka að gefa okkur þessi tækifæri. Ríkið þarf að styrkja verkefni sem að jafnvel byggja upp hugmyndir sem að kannski ráðherra sjálf hafi ekki hugsað úti eða jafnvel ekkert mjög hrifinn af en svona upp á að gefa þessu séns og sjá hvað kemur út úr þessu. Þetta svolítið svona áhættuspil held ég líka fyrir ríkið. Já, þá erum við meina, takk fyrir þetta, þá erum við með spurningu úr sal. Já, Lars Gunnar Lundstein heit ég hér á vegum Háskólans í Helsingi akkurat núna en
svona fyrir 10-15 árum þá vann ég sem, hvað hétt það nú aftur, rannsóknar, framþróunar og nýsköpunar stjóri á litlum háskóli út í Finnlandi og þá var þessi umræða mjög mikið á yfirborði þar. Og það eitt sem ég held að við ættum að hafa í huga núna í þessari umræðu líka. Ég finnst mjög skemmtilegt að heyra það sem þið voruð að segja áðan. Ég held að það sé eitt sem vantar til dæmis í myndinni þarna af þessum 4 þáttum. Og það eðlismunurinn milli nýsköpunar í atvinnuskyni og nýsköpunar sem snýst félagslega eða samfélagslega nýsköpun. Og munurinn er mjög einfaldur í raun og veru. Það hver hagsmuna aðilinn. Þegar við erum að tala um efnahagslegan, viðskiptalega eða tæknilega nýsköpun, þá er það fyrirtækið í raun og veru sem hagsmuna aðilinn, sem á að fá pening. Og það er niðurstaðan. Það tókst ef við fáum x margar milljónir. Hins vegar þegar við erum að tala um félagslega nýsköpun, þá erum við að tala að valdefla. Það má kannski kalla það. Og þetta þarf ekki að vera, sem sagt, það þarf ekki að vera nein átök milli þessa. En það bara eðlismunur á þeim tveimur. Og þá skil ég sko að nýsköpunar eða nýja ráðuneytið hefur kannski svolítið þarf að hugsa aðeins út í þetta. Að það annars konar árangur sem við erum að tala um. Það ekki bara annar árangur heldur annars eðlis. Og það þessi eðlismunur sem ég held að sem gleymist oft þegar við erum að tala um nýsköpun. Sérstaklega þegar við erum að segja nýsköpun hvað. Takk. Rúnar? Já, ég held að þetta samt fari stundum svolítið saman og held ég að og þar hefur til dæmis veit eins og með fatlað fólk sem þarf að nota forrit sem lesa fyrir sig eða eins og ég nota mikið símann minn til þess að skrifa, þá í raun og veru það fyrirtæki sem kannski að þróa þessa vöru og ég hef mestan hag af því sem flestir noti þetta, því að ef þetta væri bara verið að framleiða þetta fyrir fatlað fólk, þá væri þetta líklega ekki til. Þannig að ég hveti ykkur til að nota þessa hluti. Það er þetta hægri smella til dæmis í Edge-brásernum og láta hann lesa fyrir sig. Hann lesi íslensku og ensku. Það var að gera að nota þetta. Þetta er rosalega aðgengilegt fyrir alla. Þannig að að gera að nota þetta. Reyna að láta Microsoft græða eitthvað á þessu. Þakkaði fyrir, Lars Gunnar, þessa pælingu af því að við höfum töluvert velt þessu fyrir okkur í ráðuneytinu og í næstu viku að þá kemur út einhvers konar svona samráðsplagg frá ráðherra sem að verður síðan að þingsályktun, en það að byrja svona samráðsferli og í því plaggi gerður þessi munur á nýsköpun. Það annars vegar nýsköpun sem að felur í sér efnahagslega nýsköpun sem að tengist atvinnutækifærum og fjárfestingum og ýmsu í þá veru og svo hins vegar það samfélagsleg sem getur verið valdeflandi eða hreinlega bæta umhverfið, draga úr losun, búa okkur undir þessa miklu öldrun þjóðarinnar sem að bresta á, að geta erft heilbrigðiskerfi þannig að við getum gert meira til þess að geta búið okkur undir þetta. Þetta annars konar árangur eins og nefndir, þetta mismunandi árangur af þessu tvennu. Ég var til dæmis á fundi bara í morgun þar sem að vera að ræða loftslagsvána. Þar erum við að tala hvernig við getum nota nýsköpun til þess að bændur geti verið í þannig landbúnaði að það sé minni losun frá landbúnaði. Það nýsköpun sem annars konar en þessi beina efnahagslega. Og það skýr greinamunur á þessu í þessu plaggi ráðherra, en ég hvet fólk endilega til þess að koma með pælingar í þessu sambandi af því þær eru mjög mikilvægar. En það þarf alveg að hafa fyrir því að minna á að þetta líka nýsköpun.
af því að það vill svo gjarnan gleymast og þess vegna þetta svo góður vettvangur til þess, en við erum sannarlega að reyna að passa upp á það í ráðuneytinu, en þessi nálgun á undir högg að sækja, en hún ekki síður mikilvæg. Og það tengist líka pælingunni sem að Magnús var með hérna áðan, þegar velferðarsamfélagið mjög stórt og öflugt og leysir margt sem að ekki í mörgum öðrum löndum, að þá svo mikilvægt að sveitarfélögin og ríkið passi upp á það að vera með nýsköpun hjá sér í þjónustunni og það hvernig velferðarsamfélagi nálgast sína þjónustu og passi upp á nýsköpun þar til þess að halda áfram að efla, eins og með því að hlusta hugmyndir frá grassrótinu og ýmislegt annað í þá veru. Ég langar svo að nefna eitt. Já. Af því að ég var að skoða nýsköpunarstefnu Íslands, nýsköpunarlandið Ísland sem var einmitt ég ekki búin að gera orðræðu greiningu á stefnunni, en ég hjó svolítið eftir því að það var hvergi minnst á samfélagslega nýsköpun. Það var talað reyndar nýsköpun á öllum sviðum, en áherslan fannst mér vera svo mikil á einmitt þetta tæknina og eins og þú ert í raun og veru að segja. Og ég veit alveg til þess að því að ég hef verið í miklu samstarfi við Almannaheill, samtök þriðja geirans, að þau reyndu að koma þessu inn í athugasemdum við stefnuna, en það komst ekki inn. Þannig að það stendur hvergi samfélagslega nýsköpun eða þessi svona opinberi eða þriðji geirin í þessu, og mér fannst það vanta inn í stefnuna og það olli mér vonbrigðum, bara ég ætla að nefna það. Nákvæmlega. Já, fleiri spurningar. Takk fyrir þetta. Þetta gott einmitt að fá samfélagið og það er samfélagsný nýsköpun einmitt að koma með hugmyndir og koma þeim á framfæri og það er ekki það að sé við núverandi ráðuneyti að sakast í varðandi það tilteknar plagg, en bara rosa bara skemmtilegar pælingar. Já. Ég heiti Þorgerður Einarsdóttir, byrja því að þakka kærlega fyrir þessi erindi og mjög gagnlegt og skemmtilegt pallborð. Ég að spá sem ég datt í hug þegar ég heyrði í Steinunni og Stefáni var kannski svolítið félagslegar umbætur í samráði við hlutaðeigandi aðila, það sem kom upp í huga mér svolítið. Og við erum að reyna að komast út úr þessum tækni hugsanagangi. Mér finnst reynda dæmin sem hafa komið verið kannski pínlítið á tækniliðinni, en þessi umræða mjög góð. Við þurfum að svara kröfum samfélagslega samræðu, eins og við að tala samfélagslega áhrif og samfélagslega nýsköpun, og það sem að vefst fyrir mér kannski pínlítið hvað þarf til þess að félagslegar umbætur í samráði við hlutaðeigandi aðila, eins og ég myndi orða það sem að koma upp í huga mér núna, hvað þarf til þess að það sé félagsleg nýsköpun? Þarf samstarfið alla þessa 3 aðila sem að Steinum nefndi eða 4, nýja 4 líkan kvadrópul, hvað hann nú heitir, eða hvað gerir þetta að nýsköpun? Hvað eru mörkin? Takk. Stórt spurt. Já, það mjög stórt spurt því að fræðafólk deilir líka þetta mjög mikið, þannig að ég kannski get ekki gefið eitthvað eitt og rétt svar, en ég held að ástæðan fyrir því að vera að þróa þessi líkön meðal annars af fræðafólki og í samráði við borgarana og slíkt að 4. þátturinn hefur verið skilinn eftir, og ef við ætlum að takast á við þessara áskoranir sem stöndum frammi fyrir, þá þurfa allir að vinna saman. Og mér finnst samfélagslega áhrif og samfélagslega nýsköpun ekki alveg það sama í mínum huga. Það getur vel verið að einhverjir séu ekki sammála mér, en samfélagslega nýsköpun náttúrulega felst alltaf í einhvers konar afurð, en hún þarf ekki endilega að vera vara eða þjónusta, hún getur líka verið þessi valdefling, en til þess að við eigum að geta unnið að þessum stóru áskorunum, þá þarf að breyta hegðun á í raun og veru það sem við köllum makró, meso og míkrósviði. Þetta þarf alltaf að vera heildrænt og vinna saman, og það bara mjög flókið, og ég
nú ekki með þann hroka að telja að ég geti svarað því hvernig við getum gert þetta. En minnskosti með því að ræða þessa hluti og virkja betur grasrótina inn í þetta samstarf, að þá held ég að við getum frekar komið á þessum félagslegu breytingum. Við höfum líklega ekki gert það nægilega mikið og ég er stundum að hugsa eins og í rannsóknum, þetta er auðvitað erfitt að fá fólk með sér í raun og veru bara frá byrjun og jafnvel að notendurnir sjálfir eigi þátt í að móta rannsóknarspurningarna með okkur ef við erum að tala um rannsóknir. En þetta krefst líka þess að bæði starfsfólk og kennarar þurfa að fá þjálfun í þessum aðferðum. Ég veit ekki hvort að þetta svara þessu að einhverju leyti. Ég meina þetta er stór spurning en góð, ég meina þetta er mikið notað hugtak og er komið inn í stefnur ýmissa stofnana, meðal annars háskólan og en ekkert allir sammála það hvað felst í þessu, þannig að mér finnst þetta er rauninni vera fullkomlega legitimate umræða. Er einhver fleiri sem að hafa skoðinu? Já, Stefán? Já, ég er bara sammálaður, það er erfitt að svara þessu ágerandi hátt, en ég held að það sé samt öruggt að halda yfir fram að valda miklir hópar fá oft viðurkenningu fyrir svona afurðunum sínum og hvað þeir gera, og ég held að minnihlutahópar sem að búa til eitthvað nýtt, það er miklu erfiðara að fá þessa viðurkenningu, og ég held að það sé kannski líka, og þá kannski ekki jafn mikið við allar fræðigreinar á félagsvísindasviði, en ég held að mörg okkar tengjast stöðum minnihlutahópa í okkar rannsóknum, og ég held að sé mjög mikilvægt að við séum ekkert of feimin við að kalla það nýsköpun þegar við erum að þróa einhverjar hugmyndir sem að finnast meðal þeirra. Og ég heyrði í gær í fréttunum rannsóknarverkefni þeirra Þóru og Erlu Sólveigar að konur af erlendum uppruna sem að skapa nýja hluti og stofna jafnvel fyrirtæki, og það sé svona dæmi það hversu mikilvægt það er að kalla þetta virkilega nýsköpun, þótt að sé kannski kannski ekki alveg það sem við gerum oftast. Ég aðeins bæta við því ég hef líka tekið eftir því að það einmitt þessir aðilar, þriðji geirinn, fólk í minnihlutahópum sem er virkilega að vinna að nýsköpun og félagasamtök, þau kalla ekki starfið sitt samfélagslega nýsköpun eða nýsköpun. Og ég held að það líka geti skipt máli til að ná eyrum fólks. Alveg eins og þú ert að segja, Stefán. Já, ég meina, ég hef sjálfur líka velt þessu fyrir mér, þó ég sé nú ekki í panelnum, að samfélagsleg nýsköpun fel í sér að koma með nýjar lausnir, frekar heldur en að vera bara í því að þrýsta á að einhver annar leysi málið. En svo er spurningin, hvað gerist ef þú ert með nýja lausn á því að þrýsta á hið opinbera? Hvar ertu þá? Er það þá samfélagsleg nýsköpun? Þannig að það er hægt að horfa á þetta á mörgum levelum eins og Stefán er búinn að gera í nýsköpuninni. En fleiri spurningar, næsti maður búinn að biðja orðið. Já, komið sæl, Halldór Guðmundsson heiti ég, dósent við félagsráðgjafardeildina. Mér langar að það er tvennt sem ég langar að kommentara á. Það er eitthvað sem mælir gegn því að við segjum að svipað Ásdís var að nota áðan, er eitthvað sem að mælir gegn því að við segjum að samfélagsleg nýsköpun sé efnahagsleg. Það er að segja, það var talað að það væri tvær tegundir af nýsköpun og önnur þeirra hafði efnahagslega forsendu en hinn hafði ekki efnahagslega forsendu, heldur endaði í valdeflingu, en er valdeflingi líka efnahagslega. Það er svona varpaði aðeins inn í pottinn. Hinn pælingin er svolítið kannski til þess að fara algjörlega nær á gólfið. Ég hef verið svo heppinn að fá að taka þátt í nýsköpunarverkefnum í gegnum tíðina og gerði það innan á vettvangi sveitarfélaga. Það er bara svona til að gefa ykkur smá glimt á raunveruleikanum. Ég sótti styrki og fekk myndarlega styrki í janúar, hann var afgreiddur til mín í september. Þess að ég sótti í janúar og fekk afgreiðsluna í september. Við fengum þar af leiðandi grundvöll til þess að starta verkefninu, af því að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins gerði ekki ráð fyrir því að við mættum hreyfa okkur nema við hefðum pening. Og þegar við byrjuðum að hreyfa okkur þá gerði verkefni ráð fyrir því að við myndum vinna í 2 ár
að einhverju verkefni sem við vorum að setja af stað og þegar að áramótum kom og þegar að desember var liðinn þá kom fjármálastjóri sveitarfélagsins og sagði heyrðu, hvað ertu búin að gera við þessa peninga? Ég þarf að loka þessu. Það ekkert í heimildum, laga, reglum, fjárveitingum og uppbyggingu fjármála sveitarfélaga til dæmis sem gerir ráð fyrir því að þú hafir meira en 12 mánuði til að eyða peningunum. Þannig að það ekki gert ráð fyrir að þú getur verið inna í að nýsköpunarverkefni í 2 ár vegna þess að raunveruleikin þannig, það ekki pláss fyrir því, það ekki gert ráð fyrir því efnahagsreikningi eða uppleiki og ég held ekki ríkisins heldur. En mér langar að heyra hvað ykkur finnst það. Takk fyrir þetta og 2 góðar og stórar spurningar og ég held að þetta sé, við höfum kannski örstutta stund til þess að bregðast við þessu en svo held ég að við verðum bara að láta þetta gott heita því við erum að vera búið með tíman okkar. En, já. Spurning Halldórs varðandi samfélagslega nýsköpun, getur hún verið efnahagsleg og öfugt? Manni finnst það já og mér fannst Rúnar gefa svo gott dæmi það áðan vegna þess að það mjög erfitt að greina þarna á milli. Þetta hangir mjög oft saman. En ef þetta hangir algjörlega saman, þá líka svo erfitt að segja, félagsleg nýsköpun eitthvað annað en nýsköpun? Þannig að þessi hugtök, og þetta að sama svolítið eins og Lars Gunnar kom inn á áðan, ef að félagsleg nýsköpun líka efnahagsleg eins og var þarna áðan, hvað hún þá annað en nýsköpun? Þannig að ég myndi halda að það sé mjög erfitt að greina þarna á milli, en ég held að sé samt mikilvægt að tala félagslega nýsköpun til þess að koma ofar þessi verkefnum, til þess að nýsköpun sé ekki svona óbáslega tengd þessari tæknilegu nýsköpun eins og hugtakið í dag og hefur verið undanfarin ár. En það að gera mjög skýran greinamun held ég að sé mjög erfitt. Eða mér finnst það allavega að því að nákvæmlega eins og dæmi var hérna áðan, þetta svo oft nátengt hvernig þetta hangi saman. Og já, þú veist, bókhaldsreglur og kerfið oft fáránlegt og þess vegna nýsköpun í kerfinu líka svo mikilvæg til þess að þetta fungir allt saman. Takk. Fáum endilega örstutt svona frá öðrum. Með þetta með efnahagslegt, auðvitað getur samfélagsleg nýsköpun verið efnahagslegt en í mínum huga það þarf hún ekki að vera það nema hún kannski gæti orðið til lengri tíma litið. En sko hvatinn af því að fara af stað með svona samfélagslega nýsköpun aldrei efnahagsleg. Af því þeir sem fara af stað, þeir að hugsa ávinningin í raun og veru fyrir samfélagi ekki út frá efnahagslegum forsendum. Ég veit alveg að það erfitt að greina svona milli, en þeir sem til dæmis í þriðja geiranum og þeir sem svona eldhugar og hugsjónafólk í þessu samfélagslegri nýsköpun, þeir ekki að hugsa ábata fyrir sig. Ef við tölum það þannig, heldur, nei, ekki fyrir sig, en þeir að hugsa það fyrir samfélagið. Og það ekki hvatinn af því að fara af stað. Og ég heyrði einu frekar gott dæmi sem kannski allt öðruvísi sem við höfum verið að tala Það þekkja margir þetta plokk sem hefur orðið svona vinsælt, það ekki? Fólk fer og tínir rusl. Það byrjaði bara þannig að vera einstaklingur sem sá svo mikið rusl og honum fannst þetta í raun og veru bara hræðilegt og hann fer af stað að plokka og þetta verður svona hreyfing og kemur til ágóða fyrir samfélagið, það ekki? Þetta samfélagsleg nýsköpun. Hann græðir ekkert á þessum persónulega annað heldur en það bara félagsskap og láta gott að sér leiða, það ekki? Já. En samfélagið græðir líka á þessu og kannski spara fé ef ég á að tengja þetta saman, af því þá þarf ekki hreinsins mikið og svona. En hvatinn aldrei þessi að þú ætlir, þó það ekkert rangt við það, sko, ég ekki að segja það, að maður vil ekki fá ágóða fyrir sjálfan sig og reka fyrirtæki, ég alls ekki á móti því. En þessi hvati bara annar. Nei, kannski, svo þá kannski tengda spurningin, sko, ef að maður vill líka græða því sjálfur, þá nýsköpunin ekki lengur samfélagsleg? Ásdís, þú varst vildi mjög leggja orðið rétt í lokin, en við erum samt komið fram yfir tíma. Af því að þetta svo frábær pæling líka, vegna þess að rannsóknir sýna líka
varðandi bara leadership og stofnun fyrirtækja, að því maður getur annars verið að pæla í þessu út frá public administration og síðan business administration. Það eru mjög margar rannsóknir sem sýna það að þau fyrirtæki sem að þrífast best og ná mestum árangri eru þau sem eru algjörlega með samfélagslega hugsjón að leiðarljósi og eru stofnuð af einstaklingum sem hafa lítið annað en samfélagslega hugsjón að leiðarljósi. Og þess vegna þessi aðgreining svo erfið vegna þess að það er mjög stór hluti fyrirtækja stofnaður þó þau séu efnahagslega í þeim skilningi að þau bera ábyrgð á tapi eða rekstri eða greiða laun eða hvað annað, að mjög mörg af merkustu fyrirtækjum sögunar eru stofnuð bara út frá samfélagslegum gildum og hugsjónum þeirra sem að stofna þessi fyrirtæki og þess vegna líka þetta svo erfitt að gera hennar greinamun. Stefán og Rúnar, viljið þið bæta einhverju við í lokin? Bara, ég glimti að þakka fyrir mig og bara áðan og ég er bara gaman að sjá svona marga mæta og bara flottir fyrirlestrar og bara, já, ég held að það sé svo ekkert sem ég vil bæta við. Ég vil bara þakka ykkur öllum fyrir það að koma með þetta skemmtilega innlegg og þessar skemmtilegu umræður og auðvitað þakka áhorfendum fyrir spurningar og bara mæta og vera með og svo auðvitað skipuleggjendum ráðstefnunnar fyrir að láta þennan atburð verða veruleika. Takk hérlega fyrir Magnús, takk öll fyrir að mæta, þetta búið að vera sérlega góður dagur, takk fyrir góð erind og sérlega góðar umræður. Ég á valla orð til að lýsa hvað ég er ánægður með daginn, ég held að þetta sé besti dagurinn í 848 dögum í embætti. Við sjáumst niðri, léttar veitingar, takk fyrir kærlega.